Hvað það nákvæmlega sem þið eruð að skima í svona leghálskrabbameinsskoðun? Við erum að skima fyrir forstigsbreytingum, frumubreytingum sem geta orðið að krabbameini ef ekkert gert. Stundum verða svona frumubreytingar sem ganga sjálfur sér tilbaka, en svo geta þær líka þróast í hina áttina og það það sem við erum að skima fyrir. Og hvernig, fyrir þá sem ekki vita og hafa kannski ekki verið að mæta, hvernig fer svona skoðun fram? Svona fysiskt. Svona fysiskt, já. Já, þetta fyrir hugsa flestar, kannski ekki allar, hafa farið til kvensjúkdómalæknis og þetta bara þannig að þetta kannski ekki það skemmtilegasta sem að konur gera, en við þurfum að gera þetta og við þurfum að fara í þar tilgerðan svona stól og setja fætur í stoðir og læknirinn setur upp í leggöngin áhald sem við kalla andanefja og svo bara þarf hann að spenna það upp, opna það og tekur sýnin í gegnum það. Og þetta tekur enga stund og konur eru yfirleitt mjög hissa á því hvað þetta bara búið. Þannig að já, einmitt. En við erum alltaf maður kannski svolítið með hnút svona stundum í maganum á maður fer, en maður er alltaf jafn glaðar þegar þetta er búið. Þá erum við búin að fara og búið í ár. Og hvers virði það að koma í svona skoðun og kannski ná að finna eitthvað snemma en ekki seint? Það skiptir náttúrulega öllu máli að greina þetta strax. Krabbameinsfélagið heldur mjög vel utan þetta og maður fer í sérstakt ferli hjá þeim. Þeir kalla mann inn aftur ef það eru einhverjar breytingar, kalla mann inn aftur eftir hálft ár og svo fer það eftir því hvað kemur úr því sýni, hver framhaldi verður og þeir passa þetta mjög vel og maður er alveg sérstök eftirliti, ég held þessu í 5 ár. Það skiptir náttúrulega máli að geta greint þetta sem fyrst til að geta bara, þá verður inngripið sem minnst, þá er hægt að grípa inn í strax. Þannig að konur þurfi ekki að veikjast og fá krabbamein. Hvaða aðferðir hafið þið verið að nota við að minna konur á að koma í skoðun? Krabbameinsfélag Íslands sér að boða konur í skoðun og nú hafa þeir breytt, eða sem sagt 9 boðunarreglurnar eru þannig að það byrja að boða konur þegar þær eru 23 ára og allar konur eiga að koma í leghálsskoðun á 3 ára fresti. Rannsóknir hafa sýnt að ekki þörf á að koma oftar en á 3 ára fresti og fram til 65 ára. Þá er hægt að boða konur. Og hvernig eru konurnar hérna fyrir norðan á Akureyri og nágrenni? Hvernig eru þær að mæta? Konur sem eru 40 ára og eldri, þær hafa verið að skila sér betur því að maður byrjar að fara í brjóstamynd þegar maður er 40. En það eru ungu konurnar sem við höfum bara fundið mjög mikið fyrir að þær skila sér ekki. Ég veit ekki af hverju. Nú smitast þessi HPV-veira með kynnsmiti. Já. Heldur að ungu stelpurnar sem ekki að mæta tengi þetta eitthvað saman? Að það upplifa einhverja skömm eða eitthvað slíkt? Það er eitt að þurfa að gera það. Ég veit ekki hvort það gera það en það bara er ekki svoleiðis. Ekki lítum við á þetta þannig. Ég menn þetta er bara að vera að skima fyrir þessu og við viljum bara finna þetta strax ef þetta er til staðar. Hvernig það smitast, það er bara, það er bara staðreynd sem er. Nú fyrir nokkrum árum hófuð þið bólusetningar á 12 og 13 ára stelpum fyrir þessari veiru, ekki satt? Jú. Eru þær að skila sér? Er þetta skyldumæting? Þær eru ekki komnar, þær er ekki orðnar nógu gamlar ennþá til að hafa verið kallaðar inn. En það er náttúrulega, hef ég heyrt að það geti verið verulegt áhyggjuefni að þær halda að þær séu stikkfrí og þær eru það ekki. Eins og allar bólusetningar þá minnkaði náttúrulega líkurnar á því að þú getur fengið tiltekinn sjúkdóm en þær kom ekki 100% í veg fyrir það og ekki þetta bóluefni. Hvar vantar pening? Ég myndi vilja sjá miklu meiri pening fara í forvarnir í öllu fyrir, bara í heilbrigðan lífstíl. Ég veit ekki að hann hafa lífstílsmóttöku hérna á heilsugæslunni. Bara að koma í veg fyrir, ég held að hljóta að skila sér í þjóðfélaginu. Þú getur komið í veg fyrir það að einhver verði veikur. Þá þarf hann ekki að fara á sjúkrahús, þarf að fara til sérfræðings og bara öll þau óþægindi sem það kostar fyrir einstaklingin og vanlíðan að vera lasin. Maður geti bara, auðvitað skiptir mestu máli að reyna að lifa heilbrigðu lífi. Það er náttúrulega besta forvörnin. Nú hef ég tekið eftir því að Krabbameinsfélagið er með árverkni átak þar sem þau eru að leita að týndu stelpunum eins og þau kalla það, þeim sem hafa ekki verið að skila sér í skoðun. Hvaða fleiri úrræði eru? Hvernig er hægt að ná til þessara stelpna, heldurðu? Veistu, ég veit ekki. Mér fannst til dæmis þetta sem hún gerði, hún leikkona, hún Saga Garðars. Já. Ég sá þetta bara í blöðum, eða semst á netinu. Mér fannst þetta alltaf sniðugt. Já, hún fór með svona GoPro-vél. Já, mér hefði aldrei sjálfri dottið þetta í hug, en ég meina, þið er nú svo bara nýjungagjörn og flott unga fólkið og svona öll í þessum miðlum og græjum. Ég held að þetta veki athygli. Ég meina, hún er fræg, hún gerði þetta, þá farið allir að tala þetta og vonandi vinkonurnar og það var mjög athyglisvert niðurstaðan. Hún greinist með frumbreytingar. Einmitt. Og það náttúrulega segir sitt, ég meina, og hún er ekkert feimin við að segja öllum það og þá
getur það vekja aðrar ungar stúlkur eða ungar konur til umhugsunar. En ég hvet bara allar ungar konur þegar fá bréfið að mæta, taka upp síman og ringja. Það allir með síma og iPhone og hvað það allt heitir bara og alls konar græjur í símanum sem hægt að minna mann á að ringja eða gera, how to do list eða eitthvað svoleiðis. Bara taka upp síman og ringja og panta tíma í skoðun, algjörlega. Sólveig segir einnig að við berum jú öll ábyrgð á okkur sjálfum og okkar heilsu. Þó að það sé mikilvægt að Krabbameinsfélagið minni áfram á málefnið og mikilvægi þess, þá það okkar að mæta í skoðun.